helgidóm Jesú Krist. En mér finnst það trúarbrögð í raun og veru Já, ég er basic. Já, sko, almenningur, hvernig almenningur nálgast það. Trúarbrögðin þegar konur prellar og valdastofnanir. Persónuleg trú gerir bara fólki gott, held ég. Maður skítræddur við valda samþjöppum kringum einhverja gömul ævintýri. Og þá farið að drepa fólk og brenna nornir og drekka. Já, taka alla peningana af og... Við labbaði nú einmitt þetta framhjá skítalæknum í Kópavogi. Já. Það var þingstaðir. Það var konum drekkt. Alveg svo í drekkingar heil á Alþingi. Hvað? Já. Það bara málið. Veistu út af hverju? Það var ekki út göldrum að því okkur var ekki, það var drepnir aðalega kallar. Já, kallarna aðalega drepnir. Þetta voru stelpur sem eignuðust, sem var nauðgað ofta af prestum og húsbændum og það var alltaf þeim öllum að kenna, þannig að þeim var drekkt, sko. Já. Og framhjáhald og eins og ég segi, framhjáhald náttúrulega var rosa mikið, bara stelpunum var nauðgað og við byggum náttúrulega bara í alveg óbærilega hrikalegu samfélagi og það eimir ennþá eftir af því, sko, en nú náttúrulega við að laga það. Já. Við erum búin að laga þetta allt í loka þessa hlaðvarps. Já, það lagast bara, við þurfum að breyta okkur haustnum aðeins, skilurðu, og gildum. Þetta var svolítið, þess að að tala að ég var að lesa eða skoða heimildamyndum þegar að konur voru bara frjálsar og kallar frjálsir og þetta náttúrulega einhver 1000 ár síðan. Já. Og svo fóru þeir eiga börn og það líktist vinið þeirra eða eitthvað, þá fóru þeir að loka þeir inni. Það hafa verið, sko, í sögunni hafa verið mæðraveldi, en það mjög langt síðan, því miður, sko. Gáfu dýr eru gjörn á að vera með mæðraveldi, eins og háhyrningar. Já. Það eru gömlu skessurnar sem að leiða hópinn, sko. Og það held ég held að framtíðin sé einhver staðar þar. Það nú eitt af því sem... Þeir eru nú frekar grimmir, eða ekki? Jú, ég held nú líka að konur getur nú alveg verið grimmar, sko. Við getum verið alveg svaðalega grimmar. Já, líka kannski, sko, þetta pirra mig svona endrast svona plott og svona... Já. Mér finnst einhvern veginn svona... Mér finnst að stundum einhvern veginn vera heiðalegra þegar við kannski verum eitthvað reiðir, kannski út í eitthvað annan og kannski einhverja riskingar og svona... En síðan, sko, finnst mér þetta öðruvísi stundum, alltaf nú ég bara svona hugsa bara svona tilbaka í grunnskóla og svona hvernig stelpurnar voru svolítið að plotta gegn hver annari, sko. Og ekki nógu góða við hver aðra, sko. En núna finnst mér þetta svolítið komið þannig hjá strákunum í dag. Já. Nú eru þeir farin að plotta alveg heilmikið og það með internetinu og allir því, finnst mér. Jú, þetta örugglega rétt hjá þér. Já. Ég eins og ég segi, nú ég bara vísa í bara eins og meira eins og í grunnskólan þegar maður var að muna eftir hvernig það var þar. Já. Við vorum kannski að gefa hvernig öðrum á góminn og svona. Já. Svo gott við kannski verið bara félaga daginn eftir. Já. En stelpurnar voru kannski bara allt skólaárið eitthvað svona eitthvað með svona eitthvað svona anstíkilegheit við hver aðra og svona. Við erum undir. En það kannski líka bara í samræmi við hvernig valda statusin Núna kannski með meira, eftir sem þetta fyrir að jafnast, þá fara kallar kannski meira í þetta, sko. Ég held mig eins og, þú veist, eins og bara í pólitíkinni, sko. Komandi þangað. Já, tútarnir þar, sko, þeir eru örugglega alveg bara... Já, það rétt. Já. Ég nefnilega, sko, það sem ég óska eftir, að það sé breytt hvernig þetta í sambandi við pólitíkinn. Að það hægt að kjósa fólk. Þá þurfum við nýja stjórnarskrá. Já. Og akkurat, ég alveg sammála, við verðum að geta kosið. Já. Ég geti, sko, kosið alls konar apaketti. Algjörlega, ég elska alls konar og ég nenni ekkert að vera bundið undir þessu trúmál. Akkurat. Og svo bara alla æfi bara við það sama, alveg sama hver komið þangað, sko, bara því að heitir eitthvað. Akkurat. Og þú kemur ekki þú getur ekki gert neitt á Alþingi nema bara allir styðji þig og eitthvað svona og þú ert búin að lofa þessu en gerir ekki neitt. Nei. Og svo ekkert gert fyrir í endan á kjörtímabilinu sem búið að lofa ef það gert. Ef það gert, einmitt. Það alltaf spýtt smá í lóana svona þegar það fyrir að líða kosningum. Þetta náttúrulega hundlegilegt, sko. Þetta náttúrulega hundlegilegt umræðefni. Hvað finnst, svona flokkapólitík. Áhugavert, sko. Þetta mjög áhugavert, ég náttúrulega var í þessu á fullu, bara sem úlingur. Já. Ég var í unglarhefingunum á fullu. Ég var í Ísland og NATO og herinn burt. Nei. Jú, mín þar. Þetta glæsilega, ég ennþá þar. Þú varst ekki fæddur þá. Nei, en ég meina við erum ennþá í NATO
og við erum með flug hérna. Já. Þannig að ég labbaði nú inga á Kópavoginum, það nú bara hálf Keflavíkurganga, sko. Já, þú komið. Já. Þetta eina gangan held ég sem ég hef farið í, sko. Já, ég náði seinustu sem krakki. Það? Já. Þetta var ótrúlega merkilegt að því að við stöndum illa saman að því að við erum alltaf, sko, gaggandi gæsir, ég er búin að segja þetta oft, og ef ein gæsin gaggar þá göggum við eins og það er mér svo leiðilegt og maður þorir ekki neinu og ekki ég heldur en ég get ekki taldi kjafti sko af því að ef hann opnast þá kemur bara svona Já. Það er mjög heilbrigt og gott. Ég elska þig fyrir það, allt sem að bara minnst að þú talar sko er bara Takk. Þú ert með eitthvað leiðtógakraft sko Já, og sanngirni. Já, ég sko eins og ég segi, hérna, ég er búin að alla ævi reyna að vera fáti, en eins og ég segi, ég bara svo ofboðslega vel heppnaða fjölskyldu og foreldra og það smitast örugglega einhver leyti á mig, en það er ekkit eitthvað sem ég ætla að runga mér yfir, það er bara eitthvað, þú veist, þetta er allt á ábyrgð systkina minna og ömmu minnar og pappa og mömmu og veist, maður bara kemur af mjög sanngjörnu vinnandi fólki með mikla réttlætiskennd sem fattar líka svona grunnkjarnan í þessu öllu. Já. Þú veist, þú sér það bara, hérna, sko, mamma er duglega að fara í kirkjuna og pappi er góði hjá Ásatrúarfélaginu, en þið fatta alveg, skilurðu, fullt af fólki út af svona einhverju merkimiðum gæti ekkert náð sameiginlegum grundvelli. Ég á mjög auðvelt með að ná sameiginlegum grundvelli, þú veist, að ákveðnum forsendum gefnum með í raun og veru ótrúlegasta fólki, sko. En var talað við þegar þú varst krakki á alls upp og svona? Var þá talað við þig þegar þú varst krakki á bara íslensku? Ég meina... Já, það hefur alltaf verið komið fram, sérstaklega pappi, sko, að hann tala náttúrulega mikið svona, hans hlutverk í uppeldinu var að lesa rosalega mikið fyrir okkur og leika rosalega mikið við okkur og að þú veist, að fræða okkur og segja okkur og það var alltaf að tala við mann raun og veru eins og maður væri fullorðin, sko. Já. Sem er bara í samræmi við bara það sem Sameinuðu þjóðirnar er núna að tala fyrir og er núna að fara meira að koma inn í lög og börni eru manneskjur, sko. Og geta 300-falt meira en það við... Akkurat. Þú veist, og við erum alltaf að venda það mikið, ég röfla svolítið þetta. Já, sko, þú veist, eins og þú segir, það er náttúrulega 3 vinklar á þessu. Þú veist, það er eitt vinkillinn, svona lið sem er svona, sem ég man eftir ég á lítill, bara svona sem vildu bara svakaðan aga og krakkar ættu bara svona hörku við krakka. Nei, herbyggið með þig! Já, akkurat. Og þetta er náttúrulega að gera engum gott. Síðan er þetta bara, þú veist, að það er bara svona bara Garðabæjar mótilið, það er bara búið krakkana í einhverjum eggjapakka og krakka bara megi ekki dett og meiða sig og megi ekki éta upp á gólfinu og svona, þetta var alveg, þú veist, þetta er nú bara ástæða fyrir því að maður er hraustur í dag og að þú veist, þetta var ekkert þú veist, það er ekkert eins og maður var að detta niður á 10. hæð, en maður gat nú alveg dottið smá á hans að væri í vesinn, svo var bara kist á bátið og það held ég að þetta sé, að þú veist, með svona, þú ert ekki að bómulla vefja krakka, en þau fá hlýju alltaf. Já. Þau mega alveg meiða sig, en það er alveg kist á bátið og svona, það er ekki endalaust verið að allir krakkar konum með einhvern svakalega kvíða, bara get ekki bara litið út gluggan á þess að fara í kvíðakast, sko. Þú veist, þetta er náttúrulega bara, þú veist, það er náttúrulega búið að vera, þú veist, að mörgu leyti að ofvenda, sko, krakka. Þá meina ég, auðvitað... Nei, það er búið að vera ofvenda. Já, er það ekki, þú veist. Jú, bara algjörlega. Og ég líka hef gert þetta á mínu krakkar sem, þú veist, skutla, senda, skutla, senda. Já. Við, sko, við vorum náttúrulega labbalt, við bræðurnir. Já. Við vorum náttúrulega labbalt. Við vorum settir í strætó. Ef mamma vildi ætlaði að vera bara hafa það náðugt heima, þá vorum við sendið með strætó og látið taka strætó bara hring eftir hring og skoða borgina og veistu, þetta var ekkert leiðilegt. Nei. Þú veist, við vorum aldrei sótt í nokkuð skapaðan hlut. Nei. Við náttúrulega labba allt í sama hvaða veðrið það var, sko. Er ekki barnavernd væri sendu örgla núna? Í dag, jú, það verður bara búið að svipta forræði. Við varum komin á eitthvað kaþólskt uppeldisheimili í hræðilegum málum, sko. En þú veist, ég held, sko, þú veist, að við hljótum að ná einhverju millileið af því að, þú veist, þegar ég var lítill þá náttúrulega, ég man þegar ég var lítill við bræðurnir og vorum nýbúin að fara á leikhús þjóðleikhúsi, ætlaði að gera kardómu með bærin eitthvað djöfullinn og byggum við í Vogunum, þannig að við vorum að býja eftir tvistinum heim í Barðavoginn og þá
þú veist, þá einhver sko svona einhver svona gæi frakka svona einhvern veginn ógeðslegur á því og hann tók hálstaka á mér manni sko, þú veist, allt svona þú veist, þetta skiptir mann ekkert máli og ég ekkert að segja að það ekkert að gera að maður að gera lítið úr því ég að segja svona, þú veist, að þú veist, það var kannski á þeim tíma voru hlutir svona sem hún látni svona, látni slæta svolítið. Ég held að við séum alveg að finna einhverja millileið. Það kannski eðlilegt að einhver gamall, blindfullur pervert í síðfrakka sé að tjóka einhvern 7 ára gamla krakka, sko. En þú fyrst ekki tráma út af því að þú varst í svona uppeldi? Nei, ég hugsaði bara, þú veist, þú veist, þessi gæi, sko. Já. Þú veist, og þú veist, og síðan náttúrulega er það náttúrulega mikið meðvitun náttúrulega það í dag að þú veist, það eru pervertar á sveimi, skilju, og það eru ofbeldis kallar á sveimi sem að djöflast. Þeir geta búið heima hjá þér. Og já, algjörlega, þú veist. Þannig að, en ég held sko, ég held svona að við getum fundið einhverja leið þar sem við séum almennilega við krakkana séum mikið að ofvenda þau, sko. Leyfa þeim að klæða sig sjálf þó þau séu orðin 10 ára. Já, þótti fari öfugt í föt, já. En líka bara, þú veist, að fara öfugt í fötin, að fara bara í eitthvað kjaftaði, mér finnst það mjög skemmtilegt, sko. Já. Að leyfa krökkum bara að klæða sig svo fíbl. Myndirðu vilja hafa svona búninga eins og þeir eru með? Já. Myndirðu vilja hafa það? Allir í eins búning? Já, eins búning? Já. Nei, ég myndi absolutt vilja hafa bara að menn væri allir í einhverjum förðu búning. Ég hugsaði einmitt, sko, þú býr vel að alls konar fínir í hérna. Manstu eftir hérna rauðhærðu vofinin, hvað hét myndin? Fjallaðan drauginn sem var í Rúfhúsinu á Laugaveginum. Rauðhærða... Já, ég verð hún. Þetta er kollan hennar Herubjarkar. Ég ætla að vera, er það? Ég held að þetta veri Eiríkur Hauksson. Er það? Er þetta ekki meira eins og Eiríkur Hauksson? Nú verður þau klári gammaldansk. Já, á ég ná hann? Nei, þetta er, drikkin. Nei, ég var að tala um mig, sko. Já, í gammeldansk. Nei, sko, gammeldansk, það er ég, sko. Já. Það er svo, þú segir, sko, nú ertu klári gamla. Já. En svo næsta þróunin er, sko, klári gammeldansk. Já. Svo getur við fleikt í gammelnorsk líka, sko. Nei, ég er náttúrulega í þurrki, manstu. Já. Guðminn almáttugur, taktu mig hingað í apríl og þá getum við glussa okkur bara, við getum skriðið á 4 fótum, svona. Og við höfum gert það, sko. En smart. Já, við höfum verið að skemmt einhvers staðar þar sem að við höfum fengið okkur 1 eða 21. Já, hvað? Hætt að telja? Já, hætt að telja, þetta er ég. En þú labbaðir frá Kastnesunni? Já. Hingað? Já, og það var rosa þægilegt og svona Ertu ekki bara vindbarinn að bara, þú veist að því að ég skil ekki, þú hefur, sko, maður alltaf þekkir þig bara mánuð frá mánuði, finnst mér þú alltaf bara, gerður samning við djöfulinn kannski? Já, ég myndi allavega, ef ég fengi slíkan samning, sko, þá myndi ég skoða skilmáluna. Já. Nei, þetta er alveg óþólandi að vera að endurtaka svona, sko, í raun og veru svona klísjur, sko. En ég meina, auðvitað er þetta þannig að ef maður tekur 3 mánuði bara í þurrk og lappar alveg bara, þetta eru 10 kilometra hingað, en við vorum eitthvað að deila hversu langt það væri, en síminn taldi 10 kilometra. Já. Og það gerir mann... Hvaða tegunda sím ertu með? Ég er bara með einhvern iPhone, sko. Já, það er ekki marka. Nei, hann er ekki marka, nei. En þú veist, það er rosa hollt og gott, sko. Þetta gerir manni að fá blóð í hausinn og ég vissi ég var að koma að hinga og þyrfti að vera ferskur og fá súrefni í allt og fylla lungun og svona. Og ég gekk með þess að gegnum gálgarhund. Já, það gerir það enginn. Þú séð aldrei hræðu einustu manneskjöðana og það væri sniðugt að gera eitthvað svona það sem að fólk gæti verið þarna og notið þess að vera við sjóin. Þetta er ekki æðislegt, sko. En það er bara stór hættulegt, maður þarf að sér tryggja sig sérstaklega þegar maður er með bómullabödd sem að mega náttúrulega ekki Já, með ekki detti gjótu. Já, hefur þú farið hérna nýra fjörunni hérna Hvítu? Já, ég hef oft labbað hér, sko. Já. Og ég hef labbað alveg alveg strandlengina fyrir stuttu síðan. Og sko málið er það að það er náttúrulega í lögum að þú átt að geta komist að sjó allstað. Þú átt í raun og veru að geta labba hringinn kringum landið með frá sjó. Það er á flestu stöðum hægt, en svo er svona eitthvað mannskapur, eins og Arnarnesinu. Þú labbar ekkert með frá sjónum. Nei.
og svo helvitis ekki hægt að kæra þau bara? Jú, það væri ekki alveg einhver peningur í því? Jú en síðan líka náttúrulega út á kostnisun okkar nú komið svona Sky Lagoon hvernig líkaði það? ég er ekki ennþá búin að fara ég er að bíða ég býð bara eftir að einhverjur vini mínur Garðabæði bjóða mér, ég er ekkert að fara að rífa upp einhver 10.000 skatt til að láta baða með pungin. Ég er líka að Eyþór sko, hann er eitt besti vinur minn sko, topp 5, hann dettur þetta ekki í hug að bjóða fátaka vini sínum. Nei, já, hvað Eyþór er það? Það sá sem að Eyþór sem að byggði þetta. Já. Já, ég þarf að kynast honum betur. Já. En hann má sko, en ég er náttúrulega með bátana. Já. Þannig að við erum búin að plana lengi að fara hérna og skipuleggja mótmæli hérna fyrir framann. Já. Fara á bátum og mótmæla háu miðaverði að við eigum Kópavoginn sko. Já. Við erum alveg til í að deila Kópavoginn með öðrum. Já. En þú veist, þá þarf að vera aðeins meiri Kópavogs prís. Ég hringdi í Eyþór og vildi halda podcasta núni, það var ekki séns. Nei. Þú veist, það var ekki séns. Ég veit að það var geðveitt. Þetta er ógeðslega flott, sko. Ég er búin að skoða þetta, með að framkvæmdunum stóð. Þú veist, ég þekkti stráka sem voru að vinna í þessu og heimtaði náttúrulega inspeksjón. Þetta er rosa flott. Þetta er svona leikmynda vinna sko, sem hefur raunin þetta okkur á þessu dóti sko, byrjaði náttúrulega í Bláalónin eftir að komi hérna ferðamennir þá kostaði bara 100 skall á mannin eitthvað en þá kostaði keft fjölskyldukort á 42 því það voru svona sniðu sem að við vorum þá með og gáttu þá fjölskyldan eitt farið og sko á kortinu mér finnst ef að fólk ætlar að sko er fyrir Íslendinga að þá kemst náttúrulega ekki meðalmaðurinn núni sko ekki eins og meðaljón það verður að finna leið og núna náttúrulega má ekki Bláalónið vorum á tímabili með mismunandi verð og þá voru þið kærðir samkvæmt einhverjum Erum við í Evrópusambandinu? Við erum í EES sko og heyrum undir ákveðna lagabálkar sem að bönnuðu þetta en það er hægt að finna alls konar leiðir gegnum stéttarfélögin gegnum alls konar afsláttaklúbba það er hægt að gera þetta allt löglega það verður að vera þannig ég meina hvernig er þetta, veist þú ert í Tælandi það er bara 2 mismunandi verð ég myndi aldrei sem útlendingur í Tælandi heimta að fá að borga sama verð og heimamaðurinn Nei. Ég meina þetta er okkar land Þetta er líka fyrst mér alveg ömulegt í sambandi við vínið sem við erum að framleiða hérna komið með landa og það var kaldi og það er út all landa því við erum svo þetta reddast, við björgum okkur þegar það kemur vesinni að eins og á Spáni þá ertu með lokal vín og borga bara vist og þeir eru örugglega ekki í EES af því að við megum þetta ekki en þeir eru í Evrópusambandinu en það er sko svo oft þessum að ég veit ekki hvernig landið liggur þar en það getur alltaf vel verið að þeir fengi undanþágur erum við ekki góð í því? Jú, en við erum búin að fá held ég bara undanþágunar okkar eru einhvern veginn bara allar einhvern veginn ekki okkur svona almenning í hag það er búið að grípa, það er búið að taka klára sko kvótan og undanþágum bara sem hendar okkur ekkert við ættum alltaf að vera með undanþágurnar sem borgar sig fyrir okkur þannig að við getum svona verið undanþágu nefnd það verið frábært við verðum flott í henni þannig að við getum bara við verðum bara með okkar landa og fínir í sko ég stakk upp á þessu fyrir 3 árum að gera landa við hérna eitthvað stórt brugghús og svona gott að það var ekki bara aðal hérna, sem gera malta appelsín Ölgerðin og það var rosalega að því það var svo gaman að drekka landa fannst mér góður landi, ég meina reynda að toppa það góður landi ekki spurning sko. margsíðaður góður landi veist, og eftir hrunið þá kom svakalega mikill metnaður í landaframleiðslu aftur og hann var það góður að núna á maður ekki að vera að segja þetta en þetta nú svolítið síðan er allt í lagi en það þetta komið inn á skemmtistæði hann var það góður að hann var og ég meina einna betri landabrugurunum á þessu tímabili hann var sem sagt þrælmenntaður í þessum fræðum hann var upp í háskóla í ég man ekki hvað það er sem að gæti það verið efnafræði eitthvað svoleiðis og hann leyfði mér að smakka bara, þú veist, þetta var bara betra heldur, Smirnoff náttúrulega er rusl vodki, sko. En auðvitað var þetta betra en hann, en þetta var betra heldur en margir vodkar, sko. Það er Borgarfjörðinni byrjaður á þessu, einhvers þar er að brugga núna landa. Þau eru smakkað hann? Nei, þú ert á þurrkinum. Já, en ég hef smakkað hann. Þeir sendu mér Borgarfjörði Eystri.
Nei, Jú, er það að borga fyrir er það Eystri? ekki? Er það ekki borga fyrir Eystri sem Ég að var voru, þar bara fyrir 3 dögum. þeir sendu mig, sko, Já, og ég smakkaði þetta og mér fannst þetta bara mjög skemmtilegt og Já. mjög hressandi, sko. já, Og en hugsa hvað að fyndið í hruninu, sko, þegar að allir fóru að drekka land, eftir hrunið sem sagt, og allir fóru að drekka landa aftur, þá allt í hennu kom Fanta Wildberry og Fanta Lemon á markaðan aftur, sem eru gjössalega ódrekkandi drykkir nema með landa, sko. já, Þannig að maður sé svona hvernig þetta breytti öllu umhverfinu í smástund, en síðan náttúrulega fór þetta aftur út, sko, þegar fór að vera skára ástandi. já, ég held nefnilega að við eigum að bjarga okkur. Ég held til dæmis í Noregi, þá er það með svona bíla sem að keyra beint heima bílunum og þar er sem sagt kindurnar drepnar í staðan fyrir að vera að keyra á það í 6-8 klukkutíma eitthvað og selja svo beint að bíli. Við erum með svo mikið að reglugerðum að maður þarf bara, þú veist, lögfræðing við hvað á eitt eina sem það þarf að gera. Já. Einfalda hlutina, ertu ekki sammála? Jú. Það er allt og mikið, þú veist, af svona endalausum svona bara svona halarófum af einhverjum svona lagabálkum. Við erum bara með mjög skýra og öfluga stjórnarskrá og svo náttúrulega laga viðbæti við það, en það er rosa mikið skrifræði og þvæla, og til dæmis varandi þetta er eins og hann talar svo flott þetta Andri Snær í Draumalandinu, að þú veist, hann að tala þetta og mér skilst að einhver leiti sé þetta búið að rætast en ekki af öllu leiti, eins og sko íslenska lambakjötið. Þetta er eina lambakjöt til dæmis sem ég er búin að búa út allan heim. Þetta er eina lambakjötið sem ég get étið og ég elska íslenskt lambakjöt. Ok, af hverju og það er það sem Andri Snær að tala af hverju ekki íslenska lambakjötið svipað eins og rauðvín í Frakklandi? Það hvert og eitt hérað, hver og eitt bærinn, það er svo mikið munur á lambakjötið. Lambakjötið fyrir vestan, þannig sem ég er, það er náttúrulega svo mikið að éta niður í fjöru. Annar keimur að því að éta söl og dót heldur hún að éta gras á Suðurlandi, sko. Allt svona. Býtum við að vestan hvaðan er? Í Föðurættarströndum, Já. Skjaldbjarnarvík og í báðar föðurættarnar mínar er ég á Ströndum og svo er mamma af Kirkjubóli í Önundarfirði. Voðalega er þetta töff eitthvað. Já, þetta er geðveikt og sko, ég er ekki, þetta finnst mér svo mikilvægt, sko, að ég tengi svo mikið við Vestfirðina, en afi minn í Móðurættina, hann er frá Skriðufelli, stórkostlegu maður, og allt æðislegt með það, en það er eitthvað við Vestfirðina, það er svo rosalega kraftur, sérstaklega strandamegin, þetta er bara eitthvað. Þetta er eiginlega eyja, sko. Já, þetta er það, í raun og veru, ég meina, við fórum það senasta sumar og við vorum 3 tíma sigla og það er 2021 þegar við erum að fara og það eru 3 tímar að sigla þetta. Þetta er náttúrulega, þetta er svo afskett, það er ekki rafmagnslagnir, það er ekki símasamband sem er náttúrulega bara guðdómlegt. Og vegirnir eru alveg... Þeir eru ekki, þú keyrir raun og veru bara í Norðfjörð og þú kemst nú ekkert lengra á bíl nema kannski að jeppa eitthvað aðeins. En eins og Hotstrandir, það er bara alveg, þú verður að sigla, eða fljúga þangað. Og það er náttúrulega það sem er rosalega sjarmi og Vestfirðingar hefðu rosalega gott af því að fá túrista, en á sama tíma þá hugsa maður svona, megum við ekki eiga eitthvað svona fyrir okkur. Við getum alveg átt það með túrismannum. Já, ég veit það. Ef við erum bara næs við túristana og umfæðum og spjöllum við það eins og finnist þær æðislegir, eins og því ég var í Kanada, sko, það var allir að móti Kínverjunum sem voru þar. Já. Og af því að þeir voru að taka náttúrulega allt yfir og svo ég fór bara inn í þorpin og kynntist þeim og þá fannst mér það æðislega. Já, algjörlega. Já. Náttúrulega, þú veist, það er eins og með alla svona fordóma vittis. Ég bjó náttúrulega í Kína. Er það? Já, ég bjó í Kína sem er samt mjög alþjóðlegu partur, Shanghai, og það var, ég hef bara ekkert nema gott að segja Kínverja. Já. Eins og raun og veru flest bara, nú segi ég flest, sko, vegna þess að ég get ekki, ég þekki ekki öll lönd í heiminum, en bara allt fólk að athyglisvert. Já, ég get fundið, fólk er ógeðslega ólíkt og það er sumt sem er svona furðulegt og svona, en þú veist, það eru alla manneskjur í heimi, þú veist, ef þú bara kynnist í aðeins, ef það hefur einhver ókosti, þá hefur einhver kost á móti. Já. Og eins og mér varst Kínverjarnir bara geggjaðir, þú veist, ég veit að það er lítið pláss, þú veist, og sumir láta fara í pyrrurnar að þú veist, að þeir
aldrei uppi hvað, þú veist, til dæmis ef þú ert kannski að lesa okkar skilti og þá kannski ef hann, einhver kínveri vill lesa á skilti líka þá lappar hann kannski bara fyrir fram að þau og byrjar að lesa. Já. En svo hefur hann fullt af kostum bara á móti, skilur, ég meina, fólk bara... Myndirðu ráðleggja okkur að ferast til Kína? Já. Eða ekki? Jú, absolutt. Svakalegt menningaríki, svakaleg saga og ég meina, ef þú fer til Shanghai, ég meina, ég bara aldrei séð ég sko framúrstefn, þetta er bara, þú veist, þessu risa skíðasvæði innandyra, allt í þessu og það er svaka strandsvæði innandyra, þetta er svipað eins og þau gerir í Dubai. Já. En þetta er náttúrulega eitthvað sem kannski er gaman bara að sjá einu sinni eða eitthvað, en þú veist, ef þú fer til, ég fór til Beijing náttúrulega og svo náttúrulega, hvað heitir þetta, terrakotta, mennir, þúsundir. Hvað er það? Það er sem sagt, þetta virðist vera eins og hafi verið sem sagt keisari sem hafi verið grafinn og hann lét sem sagt grafa með sér sko þúsundir hermanna, styttur, bara í fullum skrúða með vopn og allt, hann smíða, búa til styttur af hermönnunum sínum og bara alveg með smáatriðum, með engin fjöldaframleiðsla sko. Nei, ég hef aldrei heyrt þetta. Nei, þetta er sko, ég held alveg örugglega að þetta heitir terrakotta. Já, ég held að, já. Svo nú þegar ég er svona að segja eitthvað alvarlegt og ég er ennþá með Erik Hauksson. Erum ekki með eitthvað? Nú förum við eitthvað minna alvarlegt. Og hinn er minn. Nei, hinn er minn. Hérna eitthvað. Og aðeins upp. Þetta er geggjað. Ég elska þið. Er ekki glæsilegur? Já, stætur. Já, ég finnst þú bara með fallegri mönnum á Íslandi. Já, takk, Ertu eitthvað að deyta? Já, bara svona, já, ég held ég sé alltaf í því, sko, bara svona, held að verða að vera. Veistu, okkur er þetta svona fallegur? Þú ert náttúrulega myndalegur. Takk, það að því þú ert svo fyndin. Mér finnst það svo ofboðslega merkilegt að vera fyndin. Svo getur maður bara hlusta á því endalaust, maður þyrfti ekki einu sinni að opna fyrir út á sögu. Nei. Ég er einmitt svona út af sögu típa en reyndar eitt sem út af saga má eiga sem ég er svolítið sáttur við að það er rosalega opið út af, það er alls konar liða þarna. Ég elska út af sögu, slekku bara þegar þú vilt ekki hlusta. Já, mér finnst það svolítið kostur að hafa eitthvað svona opin miðil, þótt að sé fullt af algjörum apaköttum að rífa kjaft þarna. Já. Þá samt sko dettum að stundum niður eitthvað, svo myndir aldrei heyra á þessum stabílu, stóru miðlum og það er að vera allt og lítið frelsi til þess að svona fá að röfla eitthvað aðeins, skilur. Það bara varla nokkuð. Nei, ég veit það. Þér ekki boðið aftur ef þú segir eitthvað vitlist í útvarpi. Nei, akkurat. Það er akkurat þannig. Sko. Og það er náttúrulega þannig að þetta er náttúrulega bara alþjóðleg, bara vestræn þróun, ég meina, þú veist, þessi stærstu kapitalistar í fjölmiðlum, þeir vilja hafa einokun á því að segja og þannig að þeir geti verið að díla við, ég meina þetta er þannig, ég meina þegar Tony Blair er að fara í þetta eitt rugglaða stríði sem þessi lönd hafa farið í. Nú verð ég að taka aðeins niður. Býtu nú við hvaða stríði er hann að fara í? Nei, ég tala um þegar Tony Blair þegar hann og Bush og Davíð Oddsson og félaga fórum með okkur í Íraksstríðið, þá náttúrulega þá fara þær að tala við Murdoch. Á bara, þú veist, á Fox News og allt þetta drast og segja bara, ert þú ekki alveg með? Þannig að, þú veist, þeir vilja hafa algjörlega einokun á heimsmyndinni. Já, heimurinn er lítill. Já, og þess vegna verða það brjálega núna, til öll þessi hlaðvörp sem eru að poppa upp. Þetta er rosalega pirrandi fyrir það. Að þeir séu ekki með einokun á algjörlega svona einsýn, þannig að, þú veist, að valda fólkið geti komið til þeirra og þeir geti komist sko, og ekki bara, þú veist, komist að sáttum að fara einhverja leið, heldur líka náttúrulega bara eru sponsorar og auglýsingar sem eru keyptar og þú sér að vopnaframleiðendurnir skilur sem er auglýsa, þú veist, ákveðnu miðlum, ég með auðvitað fá þeir tilbaka og lyfjarisarnir, þú veist, og þá er farin einhver ákveðin leið og það er þá er allt sett upp svarthvítt að, þú veist, bara ef þú ert með einhverjar, ef þú vilt eitthvað kynnast í aðeins dýpra, þú veist, hvað þetta snýst þá ertu orðin antivax, þú veist, eða, og við erum að tala um að, veist, bara það að spyrja spurninga er orðið, og núna bara varandi, Úkraína og Rússland, þá bara, þú veist, bara allir rússar eru vondir, alveg sem kaldastriðinu, bara allir kommunistar og sósíalistar og mögulega einhver sem var mögulega eitthvað, bara það að biskup Íslands fór í heimsókn til Moskvu, þá var hann orðin smurður Moskva-agent, skilju, og ég meina, eftir 11. september, þá voru allir múslimar vondir,
þú veist, og það verið að keyra sama prógram upp núna í þessum Hver heldur að hafi skotið á tvíburaturnana? sem sagt, sprengt á niður. Ég Þú gerir svona, sko. Já, og skottið er búin að taka hennar niður, sko. En opinbera skýringin er bara þvæla. Já, ég segja með þér. En þótt að hún sé þvæla, þá vil ég ekki hoppa á, sko, einhverjar algjörar, svona mjög rugglaðar, sem sagt, samsæðiskenningar á móti. Ég held, og ég efast ekki það í sekundu að sem sagt, valdamenn í Washington hafi, þeim drull sama þúsundir borgar, það bara sanna, það er bara að opna núna CIA-skjöl, það sem fullt af svona plönum það hvernig þeir ætlu að leyfa einhverjum hryðjuverkum að gerast, Gladio-áætlun á Ítalíu til að koma skýta á kommunistana, þá voru sérst í samvinnu með hægri menn voru framir hryðjuverk sem voru smurð á rauðleiðana, sko. Þannig að þú veist, þetta valdhafar leyfi borgurum sínum að deyja til að fá réttlætingu og stuðning almennings með sér, þetta hefur oft verið í sögunni. En ég hins vegar hopp ekki á það verður að vera búin að vera það verður að vera helvíti öfluga sannanir fyrir að ég byrja að trúa einhverju. Skilur, þannig að ég myndi ekki... Það eins og með trúmál. Já, en það ég efahyggjumaður. Já, og það ofta fyrir að sko, eitt stærsta samsæri þetta allt með bara að, þú veist, Jesú hafi bara risi upp frá dauðum maður og tekið nokkra fiska og fóðrað bara mannskapinn. Þetta náttúrulega bara eitthvað samsærisrugl, sko. Þannig að ef ég fæ ekki sannanir fyrir því, skilurðu, og það að sama með Íraksstríð og öll þessi stríð sem er verið að leiða okkur út í, ég meina, það aldrei reyna sannanir, það koma bara einhverjir agentar einhverju á vegum fjölmiðlana, sem á vegum fjölmiðlanefndar utanríkisráðuneytisins eða Hvíta hússins eða hvað nú og segja bara svona þetta og þið þurfið ekki að sinna hennar sannanir, stóru fjölmiðlarnir bara apa þetta upp, skilur, þannig að en það samt eitthvað gaman við að finna svona hvað maður frjáls, þú veist, að maður sé ekki, að þegar maður finnur líka alltaf leiðir til að komast framhjá, maður finnur alltaf leiðir, ég er ekki sé að hlusta á eitthvað CNN og þetta drasl til að fá að vita bara eitthvað svona tuggna þvælu, matrita þvælu, þú veist, maður finnur alltaf leiðir og hlaðvörpun svo mikið þar, skilur. Já, og TikTok. Nefnilega, og þetta bara eins og í Bandaríkjunum, að því það svo rosaleg fjölmiðla kúgun í Bandaríkjunum, stóru fjölmiðlarnir, þeir bara ráða bara því sem í gangi og þá sérðu alveg hvernig ótrúlegustu miðlar kringum Íraksstríðið, þá eru bara öflugustu gagnrýnendur til þess á Íraksstríðið voru grínþættir. Já. Af því að þú veist, að svona virkar þetta, svona, og þú veist að en núna eru grínistarnir skotni niður, það ekki? Uppistandarar og rapparar og með ekki segja neitt eitthvað? Það ekkert nýtt, ég meina, ég náttúrulega búin að vera í rappi svo lengi, ég meina, það búið að marg kæra þessa rappara, þú veist. Það? Já, bara síðan mér finnst svolítið skrítið þegar menn að segja, það má ekkert núna, eitthvað svona, en það hefur alltaf verið pressa á að menn hegði sér eftir ákveðnum leiðum, skilur, það hefur alltaf verið. Og í mörgum tilfellum, náttúrulega, skilinlegt að almenningur vilji kannski ekki endilega fylgjast með ákveðnum listamönnum út á ákveðnum ástæðum. Og ef það almenningur sem stýrir því, þá það bara lýðræðislegt. En maður sér alveg hvernig valdakerfið notar þetta. Til dæmis varðandi að því vorum að tala hvernig þessi einungun stóru corporate fjölmiðla í Bandaríkjunum. Ég meina, síðan allt í einu Joe Rogan bara með stærsta hlaðvarp í heimi og bara milljónir að fylgjast með honum. 1 milljón á dag. Já, og þú veist, og þá sko grafið upp eitthvað sem að alveg híklust gaggrina fyrir og hann á híklust að beðast afsökunar á því að hafa einhverju fíblátum verið að segja að nota N-orðið og eitthvað svona, ekki spurning, en ástæðan fyrir því að þetta lið, skilur við, fara svona hart gegnum og stóru corporate fjölmiðlarnir, það vegna þess að hann búin að brjóta þeirra einokun. Þeir eru kannski með 500.000 sko stórir á dag og hann miklu hærri, þeir geta þetta ekki. Akkurat, og þeir fá náttúrulega stuðning frá stjórnkerfinu og svo náttúrulega til að sannfara almenningum að hann sé hræðilegur, þá taka þær hluti eins og það að hann sé að segja N-orðið og svona og hann sé búin að vera með alls konar
hægri sinnaða apaketti í viðtölum, en ég meina það bara til hann að sannfæra almenning hvað hann sé hræðilegur. Hann búinn að taka viðtal við merkilegustu raddir í gegn stríði eins og Abby Martin hjá Empire Files. Hún hefur verið þarna, milljónir hafa heyrt það sem hún hefur verið að segja varðandi Palestínu, varðandi heimsóttastefnu Bandaríkjanna og svo framvegis. Edward Snowden, eitt öflugasta viðtal við Edward Snowden, sem bara eini glæpurinn hans að segja sannleikann, og það má ekki, Vesturlönd alls ekki. Julian Assange að fara í lífstíðarfangelsi. Já, ég ætla að fara að spyrja þig, eigum við ekki, alveg sem með Fischer, að fá hann hingað? Ég myndi allan tíman stiða það, en við Hvernig var það gert, sko, hann, týpurabróðurinn, hvað heitir hann sem að fór, sáum þetta? Já, þeir fóru góður hópur Já. Meistarinn hjá, sem var yfir, Garðar sem var yfir Öryrkjabandalaginu, svo fór Sæmi Lögg. Já, hann, já. Já, en náttúrulega... Hvernig, sko, út af því að við hefum verið náttúrulega stuðningur við frjálsra fjölmiðla og hann sagði, sko, í viðtali sem ég sá fyrir 10 ári síðan, var hann bara að segja að mídía væri bara síljúgandi með allt og þess vegna væri hann að koma þessu fram og nú allt vitlaust yfir greiðkallinum að hvernig ætli þetta sé gert ef við ekki að skora á þann, þú veist, að við rísum upp og gerum eitthvað. Við Íslendingar vorum við ekki við vorum alltaf að gera eitthvað Jú, sko, við náttúrulega erum með, sko, bara, þú veist, þetta eru svo ofboðslegir, sko, miklar undirlægir sem eru búin að halda utan utanríkismálin alla tíð. Sjálfstæðisflokkurinn. Ekki segja svona, þú veist að það ekki allir, þú veist, Áslaug Arna, hún helvíti töff. Ég meina, þú veist, þetta allt, sko, Áslaug skemmtilega á barnum. Já. Það verður ekki tekið af henni, hún skemmtilega á knæpu. Já. Og þú veist á hún ekki taka bara, þú veist, ákvarðanir þar jú það allt og lítið að ákvarðanum tekna þar en eins og írskri pólitík þá fyrir það meira meina allt fram á knæpunni en allavega en síðan sama hvað manneskjur einhvern veginn góða þegar það koma að því að Sjálfstæðisflokkurinn sem getur læmingjaflokkur það alltaf leiðtoginn alltaf eldur þeir elda, þú veist hvernig læmingjar elda alltaf og svo bara fer fremsti læmingi fram að bjarginu og þeir bara allir fram að bjarginu og það tekin allir svona allt sjálfstæði og áræðni bara svona undið úr þeim bara, þú veist, skilur við bara svo tusku þannig að við vorum ekki svona ég geti farið svona eitthvað aftur það ekki bara? Nei, mér fannst vera ég veit reyndar að sko, þú veist að það var nú svolítið þannig að eftir að herinn fer þá fóð Davíð Oddsson í fílu við Kanaan og þá ég held að sé svolítið í kjölfar á því sem að Fischer kemur og það voru fleiri hluti sem að voru gerði sem voru svona bara það sem hann gaf þeim svolítið fingurinn í svona einhverju fílu sko. Og það Willum þá sem að ræði því hvort að við náum í Julian? Nei. Það er Þórdís frænka minn. Það er Þórdís frænka því? Já. Þórdís Kolbrún? Já. Hún alveg til í að fá kallinn yfir? Ég meina, þú veist á knæpu, já. Á knæpunni í Djúpavík, skilur við? Já. Hótel Djúpavík. Það er besti staðurinn. Já, það er góð knæpa og þar myndi hún alveg, þú veist, hún komin af góðu fólki og það sjá allir bara ógeð í því að drepa niður frjálsa fjölmiðlun. Þú veist, vera gala alltaf yfir því bara hvað sé hræðilegt að vera fjölmiðlamaður einhvers staðar í einhverjum öðrum löndum. Ég meina, okkar hlutverk að laga, númer 1 að laga samfélagið okkar. Það var ekki alltaf að benda bara, já, í Úsbekistan þetta svona, í Rússlandi þetta svona, já, það getur bara vel verið, þú veist. En af hverju drullust við á ekki til að sjá til þess að það sé ekki verið að fara að drepa manneski í fangelsi. Gæinn Julian Assange er bara andlega veikur af meðferðinni. Já, hann á nú að krakka þetta myndisleiri konu. Já, ég meina, þetta er náttúrulega bara, þetta er náttúrulega algjör viðbjóður og Bradley Manning sem að, er frú Manning í dag og það eru fleiri, það var verið að taka fleiri daginn sem hefur lekið upplýsingu sem varðar þjóðarhag. Þetta er rosalega svona vestrænt að halda vísjum ógeðslega góð og notaleg en það er allir svo vondir hinum einn. Þetta er svo mikið, þetta er svo sveit og hugsunáttur. Já. Þetta er svona eins og svona einhver bóndigstar, einhver kindasnæ í dölum eitthvað og það er allt svo hrikað hinum einn við girðinguna, sko. Reykjavík og Raufarhöfn. Hann að boxa börni sín, sko. Já. En það er svo hrikalegt hvernig hann, þú veist,
skilur við. Já. Þetta ekkert vestrætna heldur en það. Hvað ætlar að gera þú stór? Af því að mér finnst þú svo rosalega málefnalegur Já. og bara svo óbúslega klára því að mér finnst þetta svolítið vanta því að krakkar, krakkar læra að fá 10 í öllu og 10 í öllu og verður ekkert úr þeim, sko. Ekki neitt. Já, einmitt. Þú veist, það er ekki sjálfstæða skoðan, bara þú veist, er með 10 stærðfræði og svona, því miður að það vantar óslega mikið svolítið svona manneski sem þú að segja eitthvað. Já. Ég veit sko Hvern getur þú bent á sem að þér finnst að þóra að segja eitthvað og á hverju ert þú ekki að nýta þér hvað þú ert bæði hipp og kúl, klár og skemmtilegur, þetta ég veit og ég meina, finnst þér ekki að þú eigir að gera eitthvað? Jú. Stór spurning og löng. Já, jú, ég sko, jú, ég veit ekki endilega, ég mun alltaf rífa kjaft og ég mun aldrei, þú veist, ég er ekki með neina hagsmuni aðra heldur en bara það að ég Íslendingur, ég Evrópumaður, ég íbúi bara í heiminum og ég tala, það raun og veru bara mínu hagsmunir, fattaru. Ég get ekkert endilega séð að það væri betra. Nú ég búin að prófa að vera í flokkapólitík. Já, hvað varstu? Nei, tjók. Varst í Vinstri grænum og sagður þið úr þeim? Já, ég var í Alþýðubandalaginu og síðan sem fer síðan yfir í VFG. Ertu ánægð með VFG? VFG eru bara þau eru bara grilla mannakjöt af öryrkja á Teini á flötunum með Bjarna Ben sko, búin að vera núna meir en 4 ár. Þannig að ég er ekki ánægð með það. En ég meina, ég er ekkit persónulega eitthvað, ég er aldrei persónulegur. Nei. Ég meina, ég elska alltaf Kötu Jak, sko. Já, ég meina, hún er ofelskuverð. Já. Hún þarf að gera hvað annað. Já, og ég meina, rosa mikið góðu fólki. Já. En gallin er bara að þú veist, þetta er bara eins og ég hef sagt áður, sko. Ég meina, það er sama, þú veist, hvað þetta te sem vorst að bjóða mér upp á, þetta er gott, sko. Ef tökumaðurinn myndi bara gubba út í þetta, þótt að myndi bara rétt missa bara svona eina matskið af gubbi út í, þá er þetta ónýtt. Já. Og bara smá, það þarf ekki með eina matskið af Sjálfstæðisflokknum út í gott te og þá er bara balli búið. Já. Það sem ég er að segja að ég held að það sé líka... En þegar þú ert að segja þetta, sko, að ég er að spá í að því að mér finnst bara orðið erfitt að kjósa og ég er eitilhörð sjálfstæðiskona, komin að... Helvíti. Amma mín, ég held í gangi heim. Já. Hún var algjörlega eitilhörð sjálfstæðiskona, bláfátæk í sveitinni við Hafnarfjarðará. Það er svolítið BDSM. Jesús minn! Og hún hótaði að gera mann arflausan. Ég byrjaði náttúrulega, þú veist, ég byrjaði alveg rosalega rauð og svo sagði ég mig í Sjálfstæðisflokkin, svo sagði ég mig úr kirkjunni og ætlaði að segja mig úr Sjálfstæðisflokkinu og það kom error. Já. Já. Að því maður á ekki vera laun að vera tengtur. Það var rosalega erfitt að segja sig úr Sjálfstæðisflokknum. Já, og það er bara... Það var sko, ég veit ekki hvernig þetta er núna, við fórum, einhvern tíðan vorum við einhverjum feeling, við félagarnir, og þetta fór einhvern veginn að stað, eitthvað að vinur okkar átti ammali, og við svo vaknaðum morgun til að fara í skóla og þá var svona rísastór kassi, fullur af svona ógeðslegum slímum hlýrum, steinbít og allum djöflunum og þau voru allir með svona Sjálfstæðisflokksnælur og Framsóknarflokksnælur, þá voru þeir í ríkisstjórn, þeir voru bara úlingar. Okkur fannst það ógeðslega fyndið, en allt sem maður setur út, það koma viðbröð á móti, það eru viðbröð við öllu, þannig að hann skráði mig í Hugo Boss klúbbin hjá Sævari Karli og allt í hennu bara ringdi inn á með einhvern bindist tilbúðum, ég er ekki með bindi nema ég sé að fara fyrir rétt, sko. Nefnum þú að fara í réttinar? Nefnum ég sé að fara fyrir rétt. Já, fyrir rétt. Já, og þá, já, það er svipað, og það verður að draga í dilka, en þá er það sem að, ég skráði hann í Framsóknarflokkinn, og okkur fannst þetta helvíti öflugt, en heldur að helvíti hafi ekki bara gjössanlega bara út fyrir alla þjófabálk skráð mig í Sjálfstæðisflokkinn. Þetta er að besta sem ég heyrt. Og þú ert í honum ennþá? Nei, byrju, nú kemur þetta, sko. Svo fekk ég bréf sent heim, bara eitthvað svona, velkomin í blab, bara, eitthvað kjaftaði, og svo bara eitthvað svona, Davíð Oddsson, þá var hann formaður, sko.
ég bara, nei, þetta mikið, þetta bara stríðsklöppur. Og þannig að ég bara hugsaði, nei, ég þarf að komast úr þessum flokki strax. Þá var það ógeðslega flókið, sko. Ógeðslega flókið. Mér finnst það svolítið sniðugt. Já, það alveg úthugsað. Þetta náttúrulega eins og trúarbrögð, sko. Það ógeðslega flókið að fara úr kannski votta í hófum og svona, þá mátt ekki hitta þá sem eru inni. Já, þetta klíkar, sko. Já. Og líka bara sérstaklega því að, ég man alveg eftir að það var endalaus Sjálfstæðisflokkurinn alltaf að gefa okkur, bjór og svona þegar við vorum unglingar. Já, og svo skráðum við í ykkur þetta er bara gestabók, vil ekki skrifa í gestabókina? Svo bara skrifum við í gestabókina, allt í henni bara var fullt af liði, bara komið í Sjálfstæðisflokkinn, skilur. Þetta verið svo, mér skilst þeim þetta hafi þrefaldast fjöldi Sjálfstæðismann á Neskaupstað áður en Neskaupstað var saminað með öll byggðarlögin. Þá var þetta náttúrulega rauði bærinn, þetta var litla Moskva og þetta var allt kommar og allt kommar eða sósíalistar eða allaballar á þeim tíma og allt í hennu var eitthvað bjórkvöld, Sjálfstæðisflokkurinn með bjórkvöld og allt í hennu var bara komið bara geðveikt vel, bara búið að þrefaldast fjöldin þetta á Sjálfstæðismönnum í bænum. Síðan náttúrulega bara kemur ljós að þetta var bara einhver áhöfn. Svo bara fór hún úr landi og þannig að það hrundi aftur með þriðja eða hvað hann var. Þannig að Sjálfstæðisflokkurinn vann þetta mjög mikið svona og gerir kannski enn, ég veit það ekki. En allavega, ég komin inn í flokkinn og ég náttúrulega bara, ég bara komst ekki út úr þessu helvíti. Þetta var bara svona herpes. Sjálfstæðisflokkurinn svona herpes. Þetta þú bara... Ég veist alltaf tala svo illa Bjarna Ben. Hann nú ekkit vondu kall, sko. Hann sætur og huggulegur og... Ekki þetta knæpin. Hann ekkit... En hvað þá til dæmis með félagsmálaráðherra? Hver það núna? Það alltaf verið að breyta svo ég nenni ekki að leggja. Já, nei, þetta mix. En það sem ég að segja það, ég endaði með að tala við vinn minn sem var á þeim tíma hélt einhvern veginn að vera eitthvað að frétta í þessu Sjálfstæðisflokk. Þannig að hann var búinn að vera duglegur í starfinu og svona. Og ég sagði bara, ég stótti inni á mig greiða, getur þú reddað mér út úr þessu blákómu, mér líður eins og bara ég sé svona trolli fullt af bara einhverju úldinni undimáls blákómi, bara eitthvað. Og hann fór bara på skrifstofu og sagði bara, ég þarf að skrá hérna á flokknum og það var eitthvað flókið, sko. En hann sagði bara, þetta er hann Erpur Eyvindsson, við getum ekki haft hann. Við viljum hann ekki haft hann! Og þá bara, já, nei, já, og þá reddaðast það svona, sko. Guði sé lof, sko. Já. Þannig að, blágóma, sko. Og blágóma, það alveg helviti merkilegu fiskur. Já, komdu með það. Þegar pabbi var á sjó, þá kom nýr kokkur og þá komum við með fisk til hans og svo, þetta í matinn í kvöld. Og kokkurinn fekk fiskinn, sko. Og svo bara setur hann fiskinn í pottinn og bara rétt hitar undir, sko. Þá bara þessi fiskur bara orðina, bara einhver mauk drullu. Svo koma þeirn í eldhúsi, hvernig gengur? Bara, þetta skemma þetta matinn, bara, þetta djöfulegt að gera, hvað ef að éta þetta helvíti? Bara einhver svona slepileg drulla, bara einhver augu og floti, bara einhver viðbjóð, einhver einn uggi og síðan bara resti bara svona slepja. Og þá þetta sem sagt, grínið var, sko, þetta blágóma, sem bara einhver tindur lekkur á milli marglit og fisks. Þótt að sé bara eins og fiskur, leið og hitnar undir honum, þá bara verður þetta leðju. Og það ástæðan fyrir því að Sjálfstæðisflokkurinn eru blágómur. Ég elska orðaforðana líka. Mér svo gaman að orðaforða. Ég veit, en þú ert engin blágóma, sko minn. Þetta bara, þú ert að fara þarna fyrir fría bjórin ennþá. Já, við gerum þetta þegar við vorum úlingar. Þú ert að ennþá bara, Bjarni, getur ekki græða á mig Volgan Slots. Jú. Hvað var ég núna röflum núna, sko, hvað var ég að segja? Við skulum hætta í stjórnmálum. Já. Það nú meiri leiðindin að tala, þeir eru svo hringekja, maður gerir alltaf á sama stað aftur, skilur, á sama hestinum, sko. Ég til að tala allt sem þú vilt tala sko mér. Já, ég nefnilega, sko, þar sem þú ert að tala að deyta. Já, ég nefnilega það sem þú ert heitast í piparsveitnin, þú ert kannski með eina í takinu eða eitthvað og svona, og það væri náttúrulega bara ótrúlega skemmtilegt líf fyrir þá konu sem að neldi þig niður og njörfaði, skilur, nei. Ertu hræddur við að binda? Já, rosa erfitt með að þurfa að kyngja ykkur sem að ég skil ekki. Og þú veist, ég vil reynda að vera, þú veist, gett góð kærasti og svona. Og þá, þegar eitthvað er skrítið og eitthvað meikar ekki sens, og þá fyrir ég að spyrja bara eitthvað lið svona, þú veist, svona eitthvað sem hafa reynsla af þessu. Það eru í móðurættina fullt af svona prestum sem hafa verið í svona hjónabandsráðgjöf og ég spyr bara, ég skil, ég fatt ekki hvað hún er að tala hvað hún er að biðja mig hérna. Og bara, já, hann er bara, sko, þetta snýst ekkert að skilja, sko, það snýst bara að segja já. Og svo maður bara byrjar að segja já bara við öllum fjandum, maður bara já,
heyrðu, bara ekki sama þótt að þú bara sofur út í bílskur, bara, jú, þetta mega ekki sens. Allt lífið verður að, prinsipið að maður verður að skilja hlutina og leið þú skilur þá getur þú verið sammála þeim og fylgt þeim eftir, skilur. En það er svo mikið af svona, og líka þetta eru tilfinningar, svo mikið tilfinningar, og tilfinningar make ekkert sens, skilur. Það er rétt. Og þá allt í hennu, til dæmis tilfinningar eins og afbrýðisemi, sem bara dauði, þú veist, sem bara umrætt. Hefur þú ekki verið afbrýðisemi? Nei. Er það ekki? Nei, ég bara ekkert, þú veist, ég veist, þessi tilfinning einhvern veginn, Hefur þú elskað eða verið ástfangin? Já. Já. Oftar en einu sinni? Já. Hvað er ást? Að þú sért komin með bara manneskjuna bara alveg í þinn innsta hring, bara alveg, bara, þú veist, þú ert komin bara, þú gerir bara allt fyrir manneskjuna, þú og þú veist, og þið vinnið saman ósjálfrátt, á þess að, og þú veist, þetta er orðið þannig að það þarf ekki að segja hlutina, það bara einhvern veginn svona renna saman í, þú veist, skilur, stundum þarf maður ekki að segja neitt, skilur, stundum er maður bara þreyttur og pirraður eða eitthvað svona, og stundum ekki, stundum maður, þú veist, að það sé svona, og þetta svona samband á ég við, fjölskylduna mína og vinkonu mína og vini mína, fattarðu? Fyrir mér náttúrulega er það, komin í ástarsamband, þá er það bara alveg að sama, nema að það er líka verið að leggja hann, En má ég spyrja þér, nú áttu fullt af vinkonum sem að smetla hann inn, Akkur ekki að bæta kynlífið við það og búti börn? Jú, þetta er mjög góð hugmynd, en það er einmitt alltaf, það er svo mikið af svona, einhverju svona sápuóperu sannindum, skilur. Við erum að berjast við eitthvað svona feðraveldiskjaftaði úr einhverjum Abraham trúarbröðum hvernig hlutina er vera, en við viljum líka með alls konar svona rauðu seríu sannindum eitthvað, til dæmis þetta, að þú átt ekki að sofa hjá vinkonuðinni, skilur. Og það endar illa og bla. Og það, þú veist, hver sagði það? Og hver sagði þetta? Já. Það er í sammála. Einhver Hollywood handritshöfundur sem var bókað homo og var bara svona að skemma fyrir, var bara svona, vildi fá fleiri dúta í betsan og var bara svona að reyna gera bara algjörlega ógerlegt fyrir straight fólka. Ég held að einhver vinkona þín verði mjög mikil kærast. Ég ætla að spá því hér og nú. Hvenær áttu afmæli aftur? 29. ágúst. 29. Sama dag og Krummi mínus, Logi Petró. En Krummi, er hann á lausu? Nei. Logi er ekki heldur á lausu? Nei. Ég ætla ekki að byrja með þeim, Varstu eitthvað, mæla með því? Nei. Ég held að myndi nú einfalda... Það væri einhver samlíking. Já, ég held að myndi nú einfalda lífmanns. Eins og hommavinni mínir, það er rosalega svona mikill skilningur og svona, Þú heldur það. Já, eða þú veist, allavega þegar það sem ég þekki til. Kannski gagnvart kynlífi, kannski, ef þeir eru bara að gera samkomulag það. Já, þeir fatta að kynlíf þarf ekkert endilega að vera mikið meira heldur en bara hafa það rosalega gaman í korter, Já, ég var alveg til í að, þess vegna er ég með vin minn sem er hommi og við erum bara rosalega ná, hann er maðurinn minn núna, og hann er ekkert fyrir neðan nafla hjá mér, ég get alveg verið bara með ég er búin að vera 12 ára fríi þar, það er bara... Það er svoleiðis? Já. 12 ár, guðminn almáttur? Já. En þú græjar það alveg? Nei, ég með svo stuttar hendur. Nei. Það er gjöður, nefndur að hálfa leið. Já. En þú veist, ég held þetta sé bara ógeðslega einfalt, að við bara, allt þetta, það er svo mikið af svona mýtum hvernig hlutirnir að vera sem við fáum frá samfélaginu, og fáum úr svona afþreyingarmiðlum og svona, þú veist, maður á bara að gera tilraunir með þetta allt saman og bara reyna að láta þetta allt virka. En getur ekki skrifað bók þetta? Jú, ég nefnilega, ég er búin að stúdera og pæla og prófa allan fjandann til þess að reyna að skilja hlutina, Og það er einmitt svolítið mikið sem ég fæ bara í arfinn frá foreldrum mínum, að reyna alltaf að skilja allt, Og ég er búin að stúdera þetta svakalega, Og þess vegna einmitt er ég að spurja, finnst mér geðspennandi að tala við fólk sem
sem að gera hlutina allt öðruvísi, eins og hommavinni mínir sem að, þú veist, einhvern veginn eru alveg bara með mjög skýran skilning á því að, þú veist, þeir eru alltaf góði vinir og það er ekki til en svik eða neitt, þeir eru bara geggjaðir, en síðan geta þeir kannski verið í einhverjum fjörfisk, skilur, en þeir eru alltaf meðvitaðir allt svona, þetta er bara reglur og svo bara farið eftir þeim og þá er ekkert ves, þú veist, það er fullt af fólki sem er núna í alls konar öðruvísi hjúskapar eða alls konar öðruvísi samböndum. Það er ofta mikið að koma upp núna, alls konar pólísambönd, opinsambönd, ég er ekki alveg, ég er nýbyrjar að hlusta á hljóðbókina, ethical poly, sko. Já, ég hlusta á hana bara líka. Já, ég get ekki alveg sagt, en ég get sagt að þetta er sem sagt, að séu fleiri en tveir í sambandi. Já. En þú veist, það er til, ég tala ekki eitthvað, nema ég viti hvað það er nákvæmlega og getur verið alveg bara svarað til spurningum, en ég get ekki svarað alveg vel, en það eru fleiri í sambandi, það er póli. Ég myndi þola það miklu frekar þetta ég hugsa það. Já, en síðan var sko... Og líka ef þau þurfti ekki endilega að búa hjá mér endilega. Nei, þetta... Næsta húsi eða eitthvað, eða niður í kjallara. Uppi. Já, en þetta er líka það sem var máli, sko, að, þú veist, ég var að tala eitthvað við vinkonum mínar eitthvað þú veist, bara hvað væri bara frelsandi ef að fólk geti verið, sko, alveg bara kærustupar bara með öllu því sem því fylgir, þú veist, og bara, þú veist, væri bara, þú veist, bara alveg bara klassíst öllu leiti nema þarf endilega að búa saman, skilur, og það þótti það alveg ræðilegt, bara fáránlegt að búa ekki saman eitthvað svona, heyrðu, þangað til að kom Sex and the City 2. Já. Því þá var hvað heitir hún, Samantha. Já. Og herra Rumur, eins og hann hét í stelpunum. Já, búið hendunum út núna. Já, burt með þetta, hallarislega gæi, en þá var alltaf þannig að þú veist, og þá voru þau sko, þá áttu sitt gott atkvæði, þú veist, þá voru þau með íbúð sem voru bæði með lykilað, en það bara að vera ekki onni, það skiptir engan hvort kærastæðin eða besti viniðin eða fjölskyldan, þú nennir ekki að vera alltaf með manneskjunni, en eins og ég segi, þú veist, það er úrslag fáránlegt að segja, þú veist, og meðan núna þú leigir ekki í fucking skókassa fyrir minni en 300 skall á Íslandi í dag að tala eitthvað það þessi ykkur raunhæft fyrir velleitt fólk að vera bara einhver auka íbúð. Nema þið bara séu heima hjá foreldrum sem Já. En á sama tíma, sko, þú veist, ég er bara að tala í prinsipi, sko. Já. Ég held að það var til þess mjög holdt og svona. En þarna komið aftur að einhverjum hugmyndum ég meina, þú veist, stöðluðum ummútum. Já. Þú veist, og það er alls konar svona pælingar sem að eru svona einhvern veginn skotnar í kaff, skilur, strax. Og það er ekki rök á bakvið það, skilur. Það er rosa mikið bara svona er þetta ekki og það er óeðlilegt og afhverju, já, bara, þú veist, mamma og pappi gera þetta svona og amma afi gera þetta svona. En ég meina, amma og afi og langafi hana, þú veist, og kellingar hefði ekki raskat neitt að segja þegar við erum komið það langt tilbaka, skilur. Nei. Þú veist, þá voru það bara, þurfti að vera hressar, skilur. Og bara, ertu ekki hress? Bara, jú, þú veist, og í dag, skilur við, meina, hjónaböndi, meina, þú veist, ekki bara endaði ekki öll með skilnaði? Jú, núna í dag, það er 7 ára tímabilið, þá var annarkvæmt giftaði sig eða skilja, sko. Já, sko En í Ameríku ertu drepinn, sko, því þá er svo mikið, sko, tryggt fyrir svo mörg 100 milljónir. Ég mitt. Já, þá verður að skjóta einhvern. Já, einmitt, og einmitt, það er einmitt, það er sko, það er rosalega miklu meira fyrirtæki og peningar með inn í dæminu þegar verið að skilja, þetta er eins í Bretlandi. Er það? Já, þeir eru með sko, Bretar náttúrulega eru bara svo ógeðslega stéttskipt samfélag að ef þú ert ríkur eða rík og skilur við makan sem að er ekki, þú veist, með sömu fjárráð nema út af sambandinu, skilur þá er ekki nóg að þú borgir með, skilur til með börnum og svona, heldur borgaru gjald til að fyrirverandi maki þinn geti haldið lífstílnum. Sama standard. Já. Jesús Kristi. Hann getur áfram keypt ykkur fucking Louis Vuitton slæður og Gucci skilur og eitthvað, skilur. Þannig að, já, mjög furðulegt. Þetta er ekki jafn rétti. Þú veist. Þetta er bara eitthvað stór furðulegt. En það sem ég er að segja það, að þú veist, í sambandi þá þarf að vera vinátta, mjög náin vinátta, bara algjör, og ef þú getur stundar kynmög, þá er það bara... Hvað myndir þú segja að vera eðlilegt fyrir hjón, sko, því þetta getur nú verið þreytandi? Stundar kynmög oft? Já. Nei, helst er að vinna með kannski
Tvísvar á dag Ertu brjálaður? það ekki, er það meira? Nei. Það var meira? Þá það orðið svolítið þreytandi og allt einsleitt. Nei, það er hægt að fá alls konar, þú veist, þarna komum við það í Svo bara... koma krakkarnir, sko, segjum við Já, líka. það er flóknara. Já. Það flækir, sko. Krakkaskrata. Þetta er mitt bara, þetta er ástæðan fyrir að ég á ekki börn, sko. Ég bara, maður þarf að leggja hann 2 á dag. Nei, ég er að bulla. En ég er að bulla með krakkar aðeinslegir og maður myndi bara finna leið, Já, sko. ég veit þú varst að bulla, maður má ekki bulla eitthvað. Þá nenni ég ekki að vera til í þessu bullsamfélagi. Nei, en með krakka, ég held þú eigir eitt krakka einhvers staðar. Það er að leita því. Nei, sko, já, en... Það er spákonan, nei. Og segja það er ástæða fyrir því að, Notar þú smokkinn? Já, sko, ég ætla að segja það. Ég er, þú veist, alveg magnað að ég sé formaður og forseti 25 ára klúbbsins, 25 for Life klúbbsins, af því að ég man eftir því, ég er krakki þegar alnæmi kemur inn og hafa svo lítið vita þetta allt og hafa farið í algjöra móðusíki, bara algjöra geðviki, bara svipað eins og núna með rússana og múslimana eftir 11. september og anti-vax, tengslu við COVID, bara svona algjör geðviki og þú veist, bara hommar voru bara ofsóttir og voru bara skítið, fólk vildi ekki vera inn í, að því að hafa bara sjálfkrafa bara, það var hommasjúkdómur. Já. Og í Bandaríkjunum náttúrulega voru þetta svertingar og hommar, þannig að bandarísk stjórnvöld, Reagan gerði ekkert í þessum málum, þetta er bara homma og svertinga og eitulega sjúkdómur, þannig að þetta var ógeðslega, og ég man alveg eftir, þótt ég hafi bara verið krakki, hvað andrúmsloftið var skrítið og ég hef aldrei fundið fyrir kvíða, en ég man samt eftir því þegar þetta bara koma upp, þá bjó ég í Vesturbænum Reykjavík og það var í túpunni, það var verið að sýna ykkur, það var þáttur alnæmi og það var verið að segja frá því að, þú veist, Svíarnir hefðu tekið fyrsta gæjan sem smitast og hann var settur bara í einangrun, sko, að þegar mann vissi ekkert, skilur, og ég hugsaði bara, þú veist, bara ég er að fara í skólasund á morgun og ég var bara skítræddur ég myndi bara smitast bara af alnæmi bara í sundi að því að þú veist Þér var sagt það já, og síðan sá maður auglýsingarnar sem að voru náttúrulega fyrir því að nota smokk og þetta voru sko, það stimpluð svo ógeðslega hart inn í hausinn á mér það voru auglýsingar svona, það var allt svona fjólublátt það var svona silki það var svona 2 manneskjur að eðla sig í svona einhverju silkidóti og svona allt svona fjólublátt og svo kemur alltaf svona hjartsláttur ég var bara píkulítið ég horfði á þetta, ég bara annarkvort ég bara aldrei að fara að eðla mig á æfinni eða mögulega bara verð ég bara smokkaðast til maður í bransanum þannig að ég tók smokkinn mjög alvarlega og hef alltaf gert Hvað er besta tegunda sem hefur notað smokk? Eins og ég tala nú í sko Vígor er mjög öflugur það er Vígor bara shout out á Vígor það er smokkur sem er skítódýr en mjög öflugur og hann er sem sagt gefins á kúpu þannig að þegar maður alltaf er á kúpu Vígor er sem sagt suðurkórest framleiðsla og við höfum leitað mikið að þessu merki en við höfum bara séð þetta þar þetta virðist bara vera til í Suðurkóru og Kúbu en síðan alltaf tala ég það í hvítum skóm þá segi ég sko 12 pack af Featherlight á larvana freshja við shitið og ég sagga það Featherlight eru smokkarnir það eru Durex smokkarnir sem eru ógeðslega þunnir og þeir eru smurðir með einhverju svona kremi sem að, þú veist, það er bara einhverju svona glussi á þessu sem að magnar upp einhverja tilfinningu eða eitthvað. Wow. Þetta er actually, þú veist, það verður einlega svolítið mikið að vera þannig. Já. Þú getur ekki verið bara með bara einhvern analsmokk bara út bara vika og fá það bara þú veist, en þetta kemur með reynslinu, skilju. Já. Þetta til dæmis væri gott í bók. Algjörlega. Já, við þurfum að vita eitthvað og þú ert búin að þræla þér í gegnum allskís rannsóknir. Já, ég er búin að prófa þetta allt bara. Ég er búin að vera alveg bara 3 vikur að fá það bara með einhverjum svona bara asbest, smokkur asbest. En sko, þannig að ég held alveg ég sé frekar öruggur með það að og síðan alltaf líka, þú veist, það er ekkert eitthvað nauðsynlegt að vera alltaf að sko, fá það inn í konur, sko. Ég er bara alveg sammála, það þýðir ekkert, sko, sumir treyst á tunglið og tungstöður, það virkar ekki, sko. Nei, ég var í sveit, sko, í Eyjafirði og þá sagði bóndið við mig, sko, þegar hann var eitthvað að spurja, þetta var Nettu Perri, sko. Nei, ok, nei,
En hann alltaf, hann var eitthvað svona að spurja mig svona úti í svona, hvað, þú eitthvað Já, byrja- já, það var svona, já. Ok, þú veist, það er kannski ekkert að því. Nei, Ég þekki var 13 ára, sko, þannig Já, já. ég, þú veist, og hann var eitthvað að spyrja mig út í þetta og ég fór eitthvað að segja hann frá smokkum og eitthvað svona, og þá er það sem að hann segir, sko, bara, smokkar, bara, hann var alltaf með pípi svona og hann Já, vantaði já, já. alla tennunar. Það var bara smokkar, það er nú meira, kjaftaði maður, eitthvað. Og ég spurði hann svona út í hvað það væri, þá hann bara, já, það er miklu eldri aðferð sem hefur alltaf reynst, sko, mér vel og ég hugsaði sem betur fer, sko, því að hann var undan systkinabönnum. Ég er ekki að grínast. Það var undan sískin. Já, Oh ég my bara svona, Guð mig, það bara, það er nú eitthvað jákvæmt við það, þú er ekkert endilega eignast, sko, en þá er það alltaf þannig að hann segir, sko, þá segir hann það við mig, sko, að taka hann bara út, sko. Það sé, en síðan er það náttúrulega ekkert heldur Alls ekki. Nei, Alls ég ekki. veit Það þarf bara einn sundýr, sko. Já, ég veit það, sko, ég veit það, sko. En það var hringt, eða ég sendt frá einhverju, það er verið að koma með núna þarna herferð, að nota smokkin. Og ég skrifaði tilbaka, bara, sko, engan smokk, ekkert fokk. Já! Það er ekki bara það, þú veist. Halleluja! Já, mér finnst það því að... Þetta er gott. Já. Við vorum saman í einhverju smokkaherferð einu sinni. Já, ég er búin að gleyma því. Já, við og fleiri góða. Já, jú, Seinasti herferð. ég er búin að vera í nokkrum. Já. Já. Ég eins og ég segi, þú veist, ef menn velja bara þynnstu smokkana og með einhvers konar smyrling sem að magna tilfinningu, þá er þetta bara komið. Við viljum bara fá Víkor til landsins. Já, Víkor. Og Julian Assange. Já. Og ég geti talað við þig í allt kvöld, sko. Já. Og Við gerum það bara, en við kannski tölum ekkert endilega á kameru. Nei, af því að ég sé að Dexo, sko, er að missa líka svolítið. Nú förum við í juicy stuffið. Nú förum við, já, sko. Nú erum við bara að tala Það verður slögt á mig. Nú erum við að tala það sem hylur Glæsibæinn. Nú rífum við okkur gummið. En þá köttum við á kameruna, sko. Þið eru að missa þvílíkri veislu, góðir hálsar. Þetta verður kannski tiltakt hjá Siggu ef þið er ekki áskrift eða eitthvað. Jú. Mælum náttúrulega með að þið farið í... Þetta er ekki áskrift. Það er að byrja. En hafið samband við Siggu, við klingarann. Það verður sérstök svona VIP áskrift. Og þar verður farið í það, sko, þá hittar í kolónum, getur sagt ykkur. Ég elska það og dýrka. Mér finnst þú bara... Mér finnst svo gaman að koma til þig. Skemmtilegasti matur. Þú ert ógeðslega skemmtileg, Sigga. Svo gaman að öllu ruglinu og bullinu og bara svona sem að því að svona skadar ekki nokkurt mann. Nei. Þetta er bara óboðslega hressandi. Nú ætlum ég að taka loka orðin. Þetta er Tina Turner. Tina Getur Turner. þú tekið? Sungið hana kannski? Já, og þetta er nú bara, þú kerði nú bara á þessa á Álftanesveginum. Já. Þannig að loka orðin er þetta, allt sem að skadar ekki næsta mann, það er ógeðslega skemmtilegt og hressandi og þú ert svona alveg búin að mastera það. Alveg öll ég hef séð þig þegar þú kemur í boð og partí og svona djöfull ertu skemmtileg, bara alveg djöfull var gaman hérna, við vorum í einhverju ammali svona senast, djöfull var það gaman maður. Þannig að bara ég segi bara á móti, bara takk fyrir þig. Takk fyrir þig. Já, þú fær hennar og... Þetta er góð mynd. Spá. Sett hann upp í þig, meistari.